Og áfram höldum við hér í föstudagsþætti N4 og næstu gestir þið eigi bara afmæli, bruggverksmiðjan Kaldi á Árskógssandi, 10 ára. Já, það er víst. Þú væntanlega eftir 10 ár, þú manst þetta bara stofndaginn eins og þetta hefði gerst í gær. Já, ég man þetta bara, mér finnst ekki eins og séu 10 ár síðan. Já. Einhvern tímann þá las ég að ástæðan fyrir því að þið í raun og veru fóruð út í þetta að stofna bruggverksmiðju hjónin, að maðurinn, hann var eitthvað slæmur í hnjánum. Já, sagan byrjar raun og veru þannig að hann er menntaður sjómaður eða skipstjóri og hafði alltaf verið á sjó og meiðist illa á fæti og gat ekki stunda sína vinnu. Já, það er rétt. Þannig að þið þurftuð í raun og veru bara að leita að nýjum atvinnutækifæri? Já, það var raun og veru þannig og Árskógssandi var kannski ekki mörg atvinnutækifæri en ég ólst upp við að það var mikið talað hvað væri gott vatn og það var raun og veru vatnið sem kveikti þennan mikla áhuga að fara að brugga gæðabjór. Mér skilst að þú hafir séð einhverja bara sjónvarpsfrétt bjór og þá hafið þú bara sagt, hei, gerum þetta. Já, þetta var raun og veru í Heimskringlunni og það var svona raun og veru bara nokkra sekúndur fréttir. Ég veit ekki hvað það hefur verið, kannski 1 mínúta, ég veit það ekki. Og þá verið að tala við bruggmeistara frá Danmörk sem var með svona lítið brugghús og það var eiginlega bara þannig, já, hér er eitthvað sem við getum gert. Og hvenær kom svo fyrsti bjórinn á markaðinn? Heyrðu, hann kemur í ágúst 2006, þannig að fyrsta bruggun er raun og veru 22. ágúst 2006, afmælisdegi Sigurðar og fyrsta átöppun er 28. september. Já. Sigurður Bragi, þú ert sonur þeirra hjóna. Þú ert yfirbruggari? Jú, svo víst. Búinn að vera það eitthvað 3-4 ár núna, 3 ár, eitthvað svoleiðis. En að vera yfirbruggari, hvað gerir yfirbruggari raun og veru? Ég bara raun að þarf að sinna gæðastjórnun og þróa nýjar uppskriftir og passa bjórinn skilir sér bara góður í búðir. Í HTFR og á barina. Ykkar bjór, hann hefur í raun og veru notið velgengni, getum við sagt. Já, mjög svo. Aukningin hefur verið gífurleg. Við byrjum í 160.000 lítrum á ári og erum komin núna yfir 700.000 lítrana það bil. Þannig að það er mikil aukning á þessum árum. Þú ert það bara alinn upp nánast í bruggverksmiðjunni. Fyrsti bjórinn sem að þú bruggaðir? Fyrsti bjórinn? Sem ég bjóð til eða bruggaði? Já, bjóðst til. Herri, það var október Kaldi 2011, held ég. Hann bara lukkaði svona rosalega vel. 2011, það þýðir þá þú hefur varla verið bara komið með bara leyfi til þess að kaupa bjórinn í ríkinu eða hvað? Nei, ég var vantilega 19 ára gamall þá. En það slapp ég þurfti ekkert að fara að drekka bjórinn sjálfur strax. Þið eru í dag, vantarlega fyrirtæki hefur vaxið þó nokkuð hratt. Fyrst voru þið vantarlega bara með eina tegundi þekki en nú það fleiri. Já, við byrjum með ljósan kalda fyrst og raun og veru strax áramótin, fyrstu áramótin okkar þá komum við með dökkan kalda. En þannig að fyrst ári vorum við bara með 2 tegundir. En í dag erum við með, hvað segir Sigurður? Við erum með 5 tegundir allt árið og 6 árstíðabundnar tegundir. Já, og svo erum við með ótalmarga tegundir sem fara bara á kúta. Já, einhverja 10 tegundir þar. Hafa Íslendingar mikið vit á bjór? Í dag, já. Finnst mér þetta að vera... Þetta búið að snar breytast undanfarin, segjum bara 8 ár, 7-8 ár. Menningin er mun meiri og fólk kann betur að meta bjór, held ég. Og ég held að við höfum skrifað mikið meiri sögu í bjórheiminn heldur en við gerum okkur grein fyrir. Því að þegar við byrjum 2006, þá reynur bara þessi massaframleiðsla. En þegar við komum með svona hágæða bjór, þá breytist hægt og rólega og mörg lítil brugghús komin á eftir og þá eykst áhuginn og þekkingin og drykkjuvenjur breytast. En á þessu 10 árum, þið hafið nú væntanlega lært töluvert. Já, töluvert mikið. Og minnst það svo skrítið, stundum finnst mér þetta að vera alveg 10 ár, en stundum finnst mér þetta að hafa verið bara síðan
sé bara nýbúin að opna. En þegar þið byrjuð þá kannski, ég vissuði nánast ekkert bjór, þið hljótið að hafa leita til sérfróðra manna og þurft að ráða inn bruggmeistara strax sem að kundi verka og svo framvegis. Já, við höfðum aldrei bruggað bjór og höfðum ekkert vit á bjór þegar við byrjum. Þannig að ég segi stundum að okkar velgengni sé að þakka okkar kunnáttuleysi. Því þar sem við vissum ekkert bjórframleiðslu, þá fengum við eingöngu í lið með okkur gríðarlega fært fólk. Við lögðum, það var raun og veru svona stærsta skref hjá okkur að fá mjög fært fólk til okkar. Og fengum bruggmeistara frá Tékklandi sem heitir David Massa sem gríðarlega fær. Og það held ég hafi verið okkar stærsti gæfuspor að hvað við vissum lítið. Þetta verksmiðjan ykkar, hún ég þó nokkuð bara vinsæll ferðamannastaður líka. Þið gerið svolítið út á ferðamanni eða hvað? Já, við erum að taka mót svona 12.000 manns á ári í verksmiðjuna og þar mikið af ferðaskrifstofum og svo bara einstaklingar og fyrirtæki sem að koma í svo kallað svona bjórtúr og bara aukning raun og veru. Fyrirtæki á borð við ykkar, ég má ekki auglýsa í raun og veru á Íslandi. Þetta sem sagt ykkar leið þá til að auglýsa? Já, ég myndi nú segja það. Þetta eiginlega bara vatt svolítið upp á sig. Við stefndum ekkert að því að vera einhver svona ferðamannastaður til að byrja með en þannig bara þetta orðið held ég. Vinsæll staður til að koma og skoða. Já. En þið eru að halda upp á 10 ára afmælið núna. Þið haldið upp á það, meðal annars með því að stækka húsnæði? Já, við erum búin að gera margt á þessu ári og gaman að núna 10 árum seinna þá þetta akkurat, við opnuðum fyrirtæki formlega 30. september fyrir 10 árum og það var einmitt á föstudegi, þannig við nýtum okkur alveg, gátum nánast nota gömlu boðskorti sem við sendum út fyrir 10 árum. En við erum búin að gera ýmislegt, það náttúrulega afmælisbjór sem nýkominn á markað. Við erum búin að fara með starfsfólki til Prag að hitta heimabæ bruggmeistarans og allt það. Og við erum búin að, fyrsta bjórhlaupið á Íslandi var hjá okkur í júlí, ágúst. Júní. Þannig það búið að gera ýmislegt. Og svo var við að taka fyrst skóflustunguna á viðbyggingu á húsnæðinu hjá okkur núna í morgun. Og svo núna á miðvikudaginn næsta, 28. september, þá verður tekin skóflustunga bjórspaðinu. Hvað það fyrir nokkuð? Það nú kannski hægt að taka alveg sér þátt í það, en það raun og veru, bjórspa raun og veru heilsulind og bara raun og veru heilsutengd ferðaþjónusta. En þetta svona, þá bjór og sjó sem sagt blandað saman? Við ætlum að við notum þessi ungan bjór og ger. Nóg að geri og vatn og humlar og bygg. Bjór góður fyrir húðina? Já, sérstaklega gerið. Það hefur rosalega svona, hvað ég að segja, lækningamátt í raun. Það virkilega gott fyrir húðina, bæði innbyrðis og útbyrðis. Alls konar húðvandamál og eins bara fyrir slökun. Hvenær gerðu þið ráð fyrir að opna þetta? Við gerum ráð fyrir það verði kannski svona frá mars til maí. Húsið kemur nú í nóvember, verður fókalt fyrir jól og þetta 350 fermetra húsnæði. Verðum með veitingastað þar líka. Þannig við erum að fara svolítið mikið í ferðaþjónustuna líka. En það svona, maður heyri það á okkur, það ríkir bjartsýni meðal ykkar. Algjörlega. Árskógssandi náttúrulega ótrúlega bara gott að búa og það að koma mikið á ungu fólki tilbaka, eins og Sigurður Bragi með sína fjölskyldu og börn. Og mín kynslóð sem svona miðjumaldri, við fögnum því náttúrulega alveg sérstaklega að fá unga fólki, en gerum okkur grein fyrir að þá verðum við að reyna að byggja eitthvað upp og gefa þeim tækifæri til að taka þátt í uppbyggingunni. Og ég held að þetta snúist kannski svolítið það að rétta þeim spaðan og vinna með og vera saman í þessu. En fyrir 10 árum sem sagt, þegar þetta allt saman byrjaði, að þér datt þetta nú ekki í hug fyrir 10 árum? Nei, alls ekki. En markmið mitt var alltaf að vera með þessi hágæðavörur
og skaffa okkur og mínum börnum vinnu. Það var alltaf markmiðið. Og allir hafa nóg að vinna núna? Allir hafa nóg að vinna og kannski stundum of mikla vinnu. En það var alltaf einhvern veginn að geta séð fyrir sínum. Það var ríktið mjög svona ríkjandi hjá mér. Þetta eru góð loka orð. Agnes og Sigurður Bragi, bara til hamingju með þennan áfanga, Kaldi 10 ára. Og þetta eru sem sagt loka orðin í þættinum og við þökkum fyrir áhorfið og verið sæl.